Austurríkismennirnir búin að liggja yfir fyrri leiknum og hægri bakvörður Erik Martel og Dominic Fitz. Þá kemur Manfred Fischer þar fyrir. Ari Einarsson er í markinu. Stuðningsmenn á Vínarborgir. Breiðablik Ástríða Vín, góða skemmtun. Áhorfendur góðir. Í 2-tapinu helgina og Pikler kom inn á sem varamaður í þeim leik, gerir vel, kemur boltanum hérna og já, þá Höskuldur, hér hefur hann plás. Höskuldur kemur boltanum fyrir, frábært sending og Blikar komnir yfir og það er Kristinn Steindórsson sem er að skora hér þetta mark. Frábærlega gert hjá heimamönnum og Kristinn Steindórsson tók boltan hana bara í fyrsta á lofti og hjá Höskuldi. Sjáu í plássu sem hann hefur þarna, hann er ekkert að tvínóna við þetta, kemur boltanum þarna fyrir og Kristinn Steindórsson í, já, bara frí hlaupi þarna, þeir missa af honum og hann klárar þetta virkilega vel. Patrick Pence ræður ekki við þetta í markinu. Sútner nær ekki að leggja boltan fyrir sig þarna, hér er Viktor Karl Einarsson, hann sendir boltan hérna fyrir og það er Tækul sem gaf. Fín byrjun hjá þeim. Viktor reyndar rúlar honum á Höskuld og hér er Damir. Skallinn hjá Dan Fischer og Dominic Fitz. Anton Ari, hér er hann í bullandi vandræðum. En sem betur fer sendinguna hérna út. Georg Tækul fer fram hjá Davíð Ingvarsinni. Tækul, en hann kemur ekki boltanum þarna á Benedikt Pikler. Hér er Fischer í baráttunni og Martel á gulu spjaldi og hann er dæmdur brotlegur. Erik Martel sendir Jukic, kemur boltanum hérna á Sútner og Sútner með fyrirgjöfina og fín Höskuldur og Gísli kemur boltanum hérna á Viktor Karl. Gísli búinn að vinna boltan aftur og Gísli með sendinguna. Kristinn Steindórsson, frábær móttaka. Kristinn með hann fyrir og Blikar er að komast í 2-0 hérna. Kristinn Steindórsson, frábær móttaka hjá honum og síðan senda boltan fyrir á Árna Vilhjálmsson og það er ekkert skrít. Sjáu Höskuldur vinnur boltan. Gísli hér tekur einn kloppa. Viktor Karl, eitthvað aðeins að kvarta. En Gísli með frábæra sendingu á Kristinn sem hann þarf að gera helling, leggur hann fyrir sig. Og Árni Vilhjálmsson kemur sér hérna inn á markteginn. Sjáum þetta hér, þetta er engin rangstæða. Setur boltan hérna undir Patrick Pence í markinu og gestirnir í Ástríða Vín skilja. Slög sending hérna hjá Sjosingaer. Hér er Viktor Karl, missar hann aðeins og langt frá sér og Gísla slepp í gegn en Sjosingaer að fara hér í. Það er Fitz sem að tekur þessa auk og skalli hér en flaggið fór á loft. Rangstæða. Sútner með þessa aukaspyrnu, hún er fín. Fischer og þetta er örkuskot og frábær markvarsla. Þetta var Alexander Jukic. Markvarsluna hjá Antoni Ara. Gerir vel í að slá boltan hann við fyrir þarna. Þá sé nú smærri það þarf að skalla. Hafa fyrir þessu og hér er færin. Koma út úr því þegar hann fær boltan. Hér er hann af harfylgi. Sendir hann síðan fyrir Hásbref Fitz. Dominic Fitz lyftir boltanum. Pikler að komast hér í gegn en Damir Mominovic enn á ný er hann að standa fyrir sínu þarna í vörninni. Hann átti flotta og inn á aðstæðu komir reynsluboltinn Alexander Grunwald. Sendi hérna inn á tíin. Anton Ari öryggið uppmálað. Alexander Grunwald 32 ára gamall. Tapa Blikarnir boltanum. Hér er Fitz. Fitz og Pikler. Pikler í færi en skotið er, já, var lélegt áðan hjá honum. Rauninni tryggði sér sæti í Evrópukeppninni með að enda í öðru sæti þar. En hvað er þetta? Hér er að gefa gjörsamlega Ástríða Vín mark á silfurfati
Leikur þarna undir báða vængi. Viktor Örn Margeirsson með þversetningu þarna. Dominic Fitz, já, fljótur að átta sig á þessu, ekkert að leggja boltan fyrir sig, heldur lætur bara vaða í fyrsta. Anton Ari ekki alveg í miðju. Dominic Fitz, þá kemur fyrirliðinn Sútner, aftur Fitz. Fitz hérna inn á tegin, en þetta endar í lokunum á Antoni Ara. Hér síðan Fitz. Og Grunwald kominn í færi, en boltinni, já, af Blika og aftur fyrir Fitz sem að tekur aukaspyrnuna og þetta fer hann rétt fram hjá markinu. Síðan 30 ára samning, sjáum hérna. Það ekki neitt vandamál fyrir hann að komast hjá því að setja fótinn hérna í Viktor Örn sem að alveg eins og Árni sem var að fara að velli og Kristinn Steindórsson það líka. Hér Gísli með skot og þetta fyrir rétt fram hjá hann. Gísli geta klárað þetta og síðan kemur hér Djuricin á Sútner og Sútner fyrir markið. Verða að halda þetta útblikandi. Hér kemur Georg Teigl og Georg Teigl að fara hér með síðasta tækifæri hjá Ástríða Vín. Þetta sé nokkuð ljóst, hann lítur á klukku sína og hér flautar hann til leiksloka. Frábær sigur hérna hjá Blikum sem að fara í gegnum þessa tvo leiki gegn Ástríða Vín án þess að tapa og þeir gera það sem þeir þurftu að gera hér á Kópavogsvellinum, að vinna þetta fornfræga félag Ástríða Vín. Kristinn Steindórsson og Árni Viljánsson með mörkin, 2-0 forysta. Já, fótboltinn að koma heim, spila þeir hér, en þeir fá skotana í heimsókn hingað á 50 daga eftir viku.